Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst fáum við hana til okkar hana Þóru Karlsdóttur sem var að gefa út þessa bók, 280 kjólar, en konan fór einfallega í 280 kjóla á 280 dögum. Hvaða flipp þetta? Hvernig datt þið þetta í hug? Já, þetta bara svona hugmynd sem að kemur frá ýmsum stöðum. Mér langaði að skuldbinda mig daglega í langa tíma í minni listsköpun. Það ofta erfitt að detta út margir dagar og maður nær ekki þræðinum aftur og líka augra sjálfur mér. Og þetta svona raðaðist saman eins og púsluspila því að þegar ég fæddist átti ég að vera strákur og ég var alltaf strákaleg sem stelpa og svo elskaði ég kjóla þannig að ég var eiginlega svona svolítið ruglu í þessu sko. Já. En þannig að ég ákvað að vinna með kjólana og svo einhvern veginn kom svo hugmynd inn í að það væri fínt að gera þetta 9 mánuði því það væri svona eins og meðganga og semst eftir 9 mánuði þá yrði ég endurfædd sem listakonan Þóra því að þá væri ekki hægt að tala meir það að ég hefði átt að vera strákur. En það var nú svona grín sem bara fléttaðist inn í þetta, svo var þetta bara skemmtilegt og ég náttúrulega átti 30 eitthvað kjóla þegar ég byrjaði og sendi bara heiminum boð að færa mér alla kjóla sem ég þyrfti og á þessum 9 mánuðum þá tókst mér að safna kjólunum. 280 stykkjum? Já. Og hvernig var þetta? Þú byrjar þú hvað? Já, þú átt þessa kjóla? 30 plus. Já. Og svo bara var ég með síðu á Facebook sem að ég auglýsti eftir kjólum og þetta byrjaði að spyrjast út og fólk byrjaði að fylgjast með. Og síðan í rauninni þróaðist þetta bara. Segðu mér frá fyrsta deginum. Fyrsti dagurinn var bara þannig að ég hoppaði í kjól sem að vinkona mín gaf mér og ég var með svona þema mánuði. Fyrsti mánuður var svona frænkur vinkonur þema af því þær gáfu mér fyrstu kjólana. Og ég einhvern veginn bara, eins og ég hafði ákveðið þetta, að fara bara í kjólinn á morgni og vera í honum allan daginn og gerði ég það og hugmyndin að myndatökunum bara til að svona hafa minningar þetta, bara ég myndi annarkvort taka selfie eða biðja einhvern að bara skjóta einni mynd af mér. Og það var það sem var gert fyrsta daginn, ég bað bara tá nýjan kærasta minn, Bubba minn, Björn Jónsson, að bara smetla einni mynd á síman og við postuðum henni fyrir miðnætti, þannig að ég var sem sagt með þessi atriði sem ég var búin að ákveða, taka alltaf mynd af mér kjólnum, vera í kjólnum til allra verka og posta sem sagt alltaf fyrir miðnætti. En síðan sko byrjaði hann að taka myndir og sína myndavél og byrjaði að hafa svona skoðanir á því að ég gerði eitthvað eða hoppaði eða eitthvað. Þú veist, þess að gera þetta svolítið skemmtilegt. Já. Þannig að í rauninni, þó svo ég var í gjörningnum í kjólunum allan tíman, þá svona einhvern veginn þessi myndataka, hún einhvern veginn svona, hann tók það svolítið yfir. Hvernig upplifinu það? Þú veist að því að myndataka alltaf svolítið svona opinberun. Já, þetta var svolítið tókstritað þarna og við stundum sko, við hlófum aðeins en stundum var þetta bara ekki fyndið sko. Svo líka voru dagar sem að ég var ekkert að nenna að fara eitthvað að taka myndir og þú veist bara líka ég var að detta kannski í sköflum út í bæja því ég var í einhverju síðkjólum og ég meina ég var ofta alveg að gefast upp á þessu sko. En einhvern veginn held ég samt alltaf áfram og hann náttúrulega studdi við mig og ég held að í rauninni hann náttúrulega kom að þessu verkefni á miklu stærri hátt heldur en kannski sko maður sá í upphafi eða sá meðan það var að gerast. En hvað voru svona erfiðustu tilfellin að vera í kjól? Það var bara ef að mér leiði ekki vel, ef ég var þreytt eða var ekki upplögð og þú veist það eru nokkra myndir sem að bara ég ligg upp í rúmi eða upp í sófa bara nei, ég nenni þessu ekki en hann bara sagði já ok og svo bara smelta hann af. En hvað kemur svo hugmyndin að gera bók? Það var í rauninni frá bara þeim sem að byrjuðu að fylgja gjörningnum. Þannig að þegar fóru að nálgast endalókin, fólk var bæði farið að kvíða fyrir að fá ekki sína mynd á dag og líka bara það yrði að gera eitthvað með þetta því að margar voru virkilega skemmtilegar. Og hann hafði auga og hann hefur rosalega gott auga fyrir svona hvað virkar. Og ég náttúrulega svona flautu þyrir, ég oft þegar hann sagði ekki að fara, ég sá frábærast á leiðinni heim og vinnunni, förum aðeins í labbitúr. Og þegar ég var bara leiðin út, þá kannski greip ég bara eitthvað sem var í forstofunni eitthvað með og þú veist. Bara. En þetta að því þú ert að tala að gera eitthvað á hverjum einasta degi, svona konstantli í 9 mánuði. Ég veit allavega með mig, ég gæti gert 100 arbeigur í dag, en ef ég ætti að gera eina arbeig á dag í 100 daga, þá myndi ég alveg pottþétt klikka á því. Einmitt. Er þessi skuldbinding, hvað áhrif hafði hún á þig? Hún sko var erfið og ég alveg að meina það. Ég var stundum alveg bara, sko mér langaði ekki að vera í kjóli eða ég nennti sig ekki og eitthvað, en ég bara þetta samt svo gaman og líka náttúrulega þegar að fer að myndast svona áhugi á því sem að maður að gera og líka bara að þú veist
sjá hvað maður heldur þetta lengi út. Ég held að það hafi verið aðal áskorun. Ok, ég ætla að gera þetta í 9 mánuði, sjáum hvað ég verð duglega, hvenær ég gefst upp, og ég held að bæði ég sjálf og allir hinni voru í rauninni kannski bara að bíða eftir því. Já. Og sjá hvað þetta myndi endast lengi. Og kannski var það þess vegna sem þú kláraði þetta? Kannski. Hvernig var svo tilfinningin? Síðasta daginn, svo að taka síðustu myndina? Já, ég einmitt með bókina hérna með síðustu myndinni. Já. Og það var sem sagt 5. desember í fyrra, á síðasta ári. Og það kom svona pínu söknuður á sama tíma léttir. Já. Skuldbindingunni lokið, en tímabilin eitthvað neginn. En náttúrulega ótrúlegt stolt. Ég var mjög ánægð að hafa náð að klára þetta, því að það var ekkit útséð með það. Bæði að ég hefði nóg að kjólum og bara að ég myndi meika það. Og svo er líka dálítið mála að búa til bók, en það hljóma nú kannski eins og einfalt mála að henda þessu saman einni. Nákvæmlega. Og það Hvernig er það afhendana síðan? Bara gjörðu svo, sjáðu, hérna er verkið sem ég gerði og hérna er ég bara ekki hress upp í sófa samt í kjól og... Já, af því að það er einmitt á einni forsíðunni. Engin kápa er eins. Það er ný mynd, það eru bara 280 eintök og hver kápa er með eina mynd af þessum 280 myndum. Mér finnst svona, eins og ég sé að láta börnin mín frá mér, því að alla myndirna náttúrulega á ég minningar og segja sögu í rauninni. Ég gæti haldið áfram að vinna með þetta verkefni restina lífinu, því að sko, ég geti tekið hverja einustu mynd og búið til bók og sögu þann dag. Segðu okkur eina litla, veldu eina mynd og segðu okkur frá. Já, þessi hérna er svolítið góð. Hún er svolítið norrlensk. Já. Það var sem sagt á þessum tímapunkti þá átti eiginlega að vera miklu betra veður. Þetta er að vori og við ákváðum að fara aðeins upp í fjall og gá hvort að það væri ekki örugglega allur snjórinn farinn. Og það var svo kalt, sko, það var miklu hlýrra út gluggan í bæ. Þannig að ég var gjörsamlega að frjósa. Og það var sem sagt miklu meiri snjór heldur en ég bjóst við. Þetta er mjög skemmtilegt líka, það er skemmtilegt landslagi á bakvið og svona auðvitað þetta útsýni. En var enginn sem sagði við þig bara, akkur er þetta standi í þessu? Jú. Hvað rugl er þetta? Jú, mikið. Það var svo skemmtilegt. Bara já, maður er bara svo rugglaður, maður bara hefur leyfi til þess, sko. Já. Það er bara, maður á bara að leyfa sér það. Og af hverju? Af hverju leyfa sér það? Hvað gerir það? Það er bara þessi ögrun. Já. Maður þarf náttúrulega ná athygli fólks. Og maður nota bara allt sem mann er dettur í hug til þess. Svo verður maður bara að halda áfram með það og vera trúr sjálfur sér. En á lokum, ég sé að þú ert í kjól, þú ert fengið ofnæmi á kjólum eftir þetta allt saman. Og ég elska ennþá kjóla. Og þessi 280 eru ennþá, sem sagt, núna er ég búin að pakka þeim niður, þeir voru náttúrulega á listasafninu þar sem að sýningi mín var. Og núna eru þeir, sem sagt, bara, ég pakkaði þeim og ég hef ekkert notað þá, ég notaði bara einn á dag og síðan eru þeir bara fastir í þessum gjörningi. En ég ætla að sækja að komast með sýninguna, alla kjólana og vinnustofuna og alla myndirnar eins og ég sett upp í listasafninu erlendis. Já. Og jafnvel til Reykjavíkur. Þannig að þeir eru bara að bíða. Ég á bara aðra kjóla og þessi sem ég er í dag er hannaður af frábæri konu í Keflavík og hún hannar undir merkinu Mýrdesign, þannig að einn af mínum uppáhalds. Og svo er ég líka auðvitað með kjólahálsmenn, mjög mikilvægt, sem að ég smíðaði mér. Kjólakona? Ég held ég losni aldrei við kjólana, sko. Þetta er bara dásamlegt. Takk innilega fyrir komin og gaman að hitta, verið gaman að fylgjast með framhaldinu. Já, takk fyrir mig. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.